Góðan dag og verið öll hjartanlega velkomin á 11. umhverfisþing umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Það virkilega ánægjulegt að sjá ykkur öll hér í dag og hversu margir hafa ákveðið að taka þetta síðdegi frá til þess að vera og taka þátt í þeirri umræðu sem hér fer fram í dag. Í júní árið 1999 kom ég í fyrsta skipti inn á miðhálendi Íslands. Áfangastaðurinn var ekki á lakari endanum. Þjórsárver, svæðið sem svo lengi hafði verið deilt hvort ætti að virkja eða vernda, sökkva eða hlífa. Ég var heppinn því Þjórsárver átti eftir að verða sumardvalarstaður minn þetta árið, þar sem ég aðstoðaði við rannsóknir á plöntum. Dvöl mín var samt svo miklu meira en rannsóknir. Þetta var upplifun og þroskaferli. Að kynnast hálendinu, töfrum þess og ógnum. Felleit skagar fram úr Hofsjökli og setur mikinn svip á Þjórsárverasvæðið og heitir Hjartafell. Skriðjöklar hvor sínu megin við fellið gera það hjartalaga í laginu. Ásýnd Þjórsárverasvæðisins, hugskotin sem lifa með mér, tengjast á margan hátt Hjartafelli. Nú 20 árum síðar hafa skriðjöklarnir hopað, þynnst og lækkað í landinu og eftir stendur Hjartafell sem ekki lengur eins og hjarta í laginu. Ástæðan loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar. Hjartafell þannig kannski tákngervingur þeirra hnattrænu umhverfisbreytinga sem nú eiga sér stað á jörðinni. Og eðlilegt að spyrja, hjartað að hverfa? Ég veit þetta var pingu dramatist. Í ráðherratíð minni hef ég lagt áherslu á hið minnsta 4 atriði sem öll tengjast því í raun að gæta að þessu hjarta. Baráttu fyrir árangri í loftslagsmálum, baráttu fyrir aðgerðum vegna plastmengunar, áherslu á friðlýsingar og fjármögnun alls málaflokksins. Kannski eru stærstu tíðindi þau að fjármagn fylgir nú aðgerðum. Það markar straumhvörf í umhverfis- og náttúruvernd á Íslandi. Umhverfisþing nú haldið í 11. skipti. Að þessu sinni hverfist það náttúruvernd. Efnið mikilvægt því náttúruvernd framtíðarmál. Hún nær yfir miklu meira en eitt kjörtímabil. Ákvarðanir í dag munu hafa áhrif á næstu árum og áratugum, rétt eins og friðlýsing Þingvalla var framtíðarmál á sínum tíma, nú eða stækkun efnahagslögsögunnar. Mikil vinna nú í gangi hjá stjórnvöldum hvað varðar náttúruvernd og það helsta sem langar að nefna stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands, að framfylgja átaki í friðlýsingum, að vinna að gerð fyrstu framkvæmda áætlunar náttúruminjaskrár nýjar friðlýsingar, að byggja upp innviði fyrir ferðamenn á friðlýstum svæðum og víðar til verndar náttúrunni, að sameina stofnanir sem vinna náttúruvernd en vinna við frumvarp það á lokametrunum, að auka endurheimt vistkerfa, þar með talið endurheimt votlendis og birkiskóga, að vinna að endurbótum á löggjöf landgræðslu og skógrækt, að endurskoða landsskipulagsstefnu með tilliti til landslags, landnotkunar og breytinga á landnotkun. Að auki við þetta auðvitað ómeld önnur vinna unnin hjá stofnunum ráðuneytisins og náttúrustofum út allt land. Miðhálendisþjóðgarður skrifaður inn í sáttmála ríkisstjórnarinnar, en rætt verður undirbúning að stofnun hans hér á eftir. Þjóðgarðurinn yrði langstærsta framlag Íslands til náttúruverndar í heiminum hingað til. Á miðhálendinu að finna ein stærstu lífsnortnu víðerni Evrópu. Þar víða mjög víðsýnt og þar kallast eyðisandar á við jökla með gróðurvinjum við upptök stærstu jökuláa landsins. Andstæðurnar magnaðar. Svæðið spannar ótrúlega fjölbreytni í landslagi og jarðmyndunum, eins og umsókn Íslands að setja Vatnajökulsþjóðgarð á heimsminjaskrá UNESCO ber skýrt vitni Miðhálendið höfuðborg náttúrunnar á Íslandi að mínu mati. En hver á miðhálendið? Það ríkið? Eru það sveitarfélög? Eru það einstakir landeigendur? Það þjóðin? Sennilega geta allir þessir aðilar gert tilkall til eignarhalds á þessu svæði. Og það kannski einmitt fegurðin í þessu. Það eins og Þingvellir í huga okkar sameign. Það eru svo margir sem að nýta og njóta hálendisins í dag sem að vinna þar gott starf. Hvort sem það landbótastarf á Kili, göngu- eða jeppaferðir ferðafélag og ferðaþjónustuaðila, náttúruverndaraðgerðir margvíslegar, rekstur fjallaskála, veiðar eða annað.
Rödd þessa fólks mikilvæg við stofnun þjóðgarðs og þegar kemur að rekstri hans. Þess vegna samráð og samstarf við sveitarfélög, útivistarfélög, nytjaréttarhafa, landeigendur, náttúruverndarsamtök, bændur, ferðaþjónustuaðila og aðra þá sem nýta og njóta hálendisins gríðarlega mikilvægt í þessu verkefni. Á þinginu hér á eftir verður farið í saumana á friðlýsingum og þeim tækifærum sem í þeim geta falist. Í júní síðastliðnum kynnti ég í ríkisstjórn áætlun átak í friðlýsingum. Átakið hverfist í fyrsta lagi að ráðast í friðlýsingar á grundvelli verndarflokks rammaáætlunar vernd og orkunýtingu landsvæða, í öðru lagi að vinna að friðlýsingum á grundvelli náttúruverndaráætlana sem samþykktar hafa verið á þingi 2004 og 2009 og í þriðja lagi að friðlýsa viðkvæm svæði sem undir álagi ferðamanna. Til að vinna framgangi átaksins var ákveðið að ráðast í nokkur verkefni og samstarf aukið milli umhverfisráðuneytisins og Umhverfisstofnunar, en stofnunin fer lögum samkvæmt með friðlýsingar. Teymi sérfræðinga frá báðum aðilum vinnur nú saman að þessu átaki. Einnig unnið að ýmsum samstarfsverkefnum sem lúta að nýrri hugsun og nýrri nálgun í náttúruvernd og friðlýsingu svæða. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands var fengin til að meta efnahagsleg áhrif friðlýstra svæða hérlendis með umfangsmikilli rannsókn og verða niðurstöður hennar kynntar hér í dag. Þá framundan rannsóknarverkefni sem unnið verður í samstarfi við Hagfræðistofnun og landshlutasamtök sveitarfélaga, þar sem settar verður upp sviðsmyndir tækifæri sem falist geta í nýjum friðlýsingum. Talningar ferðamanna á friðlýstum svæðum verða auknar og unnið að undirbúningi að samstarfsverkefni ráðuneytisins og Bændasamtaka Íslands hvernig bændur geti í auknum mæli tekið að sér verkefni í náttúruvernd. Þetta allt mun skila okkur mikilvægum upplýsingum og tillögum sem geta haft gríðarlega jákvæð áhrif á náttúruvernd í landinu og aukið tækifæri samfélaga vítt og breitt land til atvinnusköpunar í sátt við náttúru og umhverfi. Eðlilegt að spyrja, hvernig gengur svo þetta átak í friðlýsingu? Því til að svara, nú þegar hafa friðlýsingaskilmálar fyrir 5 svæði í verndarflokki rammaáætlunar verið sendir út til kynningar og ekki langt að bíða þess að fleiri bætist í hópinn. Hægt að vera að ljúka þessum friðlýsingum fyrir mitt næsta ár. Myndu kannski sumir segja að komin væri tími til. Friðlýsing 2 svæða sem viðkvæm gagnvart ágangi ferðamanna í pípunum og fleiri til skoðunar. Þessi 2 svæði Reykjadalur í Ölfusi og Gjáin í Þjórsárdal og hafa fundir verið haldnir með heimamönnum og stutti að auglýsa megi áform friðlýsingu þessara svæða. Að auki við þetta hafa Umhverfisstofnun og ráðuneytið tekið að vinna að óskum sveitarfélaga friðlýsingar sem ekki endilega falla undir ofangreinda flokka. Nýtt dæmi það friðlýsingar áform Akureyjar og Kollafirði sem nýlega voru send til kynningar. Góðir umhverfisþingsgestir, friðlýsingarhjólin aftur farin að snúast. En þá kannski vert að spyrja sig einnar grundvallarspurningar. Hvers vegna friðlýsa svæði? Dregur það ekki bara fleiri ferðamenn? Virkar eins og segull á málum, með öllum þeim ágangi sem því fylgir? Nýjar íslenskar rannsóknir sýna að fólk á landsbyggðunum sér mikil tækifæri í ferðamönnum og ferðaþjónustu. Rannsóknir sýna jafnframt að fólk hefur áhyggjur af því að ferðaþjónustunni fylgi of mikið álag á umhverfið og náttúruna. Þetta kom meðal annars fram á byggðaráðstefnu í Stykkishólmi í nýliðnum mánuði. Við vitum líka að fólk kemur hingað til lands fyrst og fremst til þess að upplifa náttúruna, hið ósnortna og villta. Það liggur því fyrir að nauðsynlegt að búa til skýra umgjörð svo að tækifærin sem fólk sér í ferðamönnunum glatist ekki og að áhyggjum fólks vegna ágangs sé mætt og þær raungerist ekki. Þá má spyrja, hvernig gerum við það? Friðlýsingar nokkurs konar skipulagsform, ef svo má orði komast, til að búa til þessa umgjörð til að vernda náttúruna og upplifunina og hinn efnahagslegu tækifæri. Til að styðja við friðlýst svæði voru sett lög árið 2016 uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum. Fjárveitingar til slíks starfs, hvort sem það göngustígagerð, salernisaðstaða eða aðrir innviðir, fara fyrst og fremst inn á friðlýst svæði. Stóraukin fjárframlög hins opinbera til þessa málaflokks fyrirhuguð samkvæmt fjármálaáætlun sem samþykkt var á Alþingi í apríl síðastliðnum. Góðir gestir, í heimi örra umhverfis- og samfélagsbreytinga
er auðvelt að missa móðinn. Við þurfum jákvæð teikn. Sjálfur bind ég miklar vonir við aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, tillögur til að draga úr notkun plasts og það friðlýsingarstarf sem nú fer fram, svo eitthvað sé nefnt. Þó svo að hjartað í Hjartarfelli í Þjórsárverum sé ekki lengur eins og hjartað í laginu, þá mótar enn fyrir útlínum þess. Hjartað er ekki að hverfa. Það er von. Leið og ég segi 11. umhverfisþing sett og bið Björgu Magnúsdóttur fjölmiðlakonu að stýra þinginu, vil ég vitna til orða Bandaríkjamannsins Aldo Leopolds, sem að mörgum hefur verið kallaður faðir náttúrusiðfræðinnar, en hann skrifaði í grein sinni The Land Ethic árið 1949 þessi orð: A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. Og í rosalega fljótlegri þýðingu: eitthvað er rétt það varðveitir heild, stöðugleika og fegur lífheimsins. Það er rangt ef þróunin er í aðra átt. Takk fyrir og vertu velkomin, Björg.